Jæja, þá erum við mætt til þess að ræða markaðsmál lítilla og minni fyrirtækja og meðalstóra og í dag ætlum við að leggja áherslu á vefsíður, heimasíður og til þess að ræða það er komin til okkar Sunna Þorsteinsdóttir sem er sérfræðingur í þessum málum hjá Smart Media. Velkomin Sunna. Takk fyrir það. Þú byrjar kannski aðeins að segja okkur svona frá þér sjálfri, hvað þú hefur verið að starfa við og af hverju við fengum þig til þess að ræða þessi mál. Já, ég heiti Sunna Þorsteinsdóttir eins og þú sagðir, ég er uppalin á Akureyri. Ég lærði í London og útskrifast með BA-gráðu í listrænni stjórnun 2014 og hef starfað sem vefhönnuður, eða sem sagt við vefsíðugerð og vefhönnun síðan 2015. Og núna starfa ég, eins og þú sagðir, hjá Smart Media og við leggjum mikla áherslu á vefverslanir. Þannig að það er svona það sem ég er að gera helst, að setja upp vefverslanir og aðstoða lítil fyrirtæki með vefverslanir. Já, Þannig að hvað við að segja, ef að við bara byrjum að byrjunni. Nú eru mikið af því fólki sem er að horfa á þetta kannski með lítil fyrirtæki, með eins tveggja manna fyrirtæki jafnvel og spyrja sig að því þarf ég að vera með vefsíðu. Ef við bara svona skilgreinum kannski, ef við getum, bara í sameiningu, hverjir þurfa og hverjir ekki, ef það er þannig, eða þurfa þess allir kannski? Já, ég myndi alveg segja að allir þeir sem að huga að einhvers konar rekstri ættu alveg klárlega að vera með vefsíðu með ágætan vef. Já. Þó væri ekki nema bara eins og við köllum svona eins síðu með einhverjum. Já, nákvæmlega. Sko, vefsíður gegna bara svo margvíslegum tilgangi. Þú veist, þau eru bæði stafrænt andlit fyrirtækisins, þau miðla upplýsingum bæði vörurnar þínar, þjónustuna þína, vörumerkið þitt. Þau gefa þér kleift, eða fyrirtækinu kleift náttúrulega að finnast á leitavélum. Og svo ef þú ætlar einhvern tímann í einhvers konar markaðssetningu, þá þarftu að hafa vef til að vísa á. Já, akkurat. Þannig að mínum mati finnst mér að þú veist, það ætti bara að vera forgangsatriði hjá í rauninni öllum, alveg sama hversu lítill reksturinn er. Og þú getur byrjað með litla og gert sem meira seinna. Já. Þú veist, það er alveg hægt að byrja bara með eina síðu, bara við gerum þetta, svona hefur samband við okkur. Já. Og hvar, ef við gefum okkur að þeir sem að séu kannski að hlusta séu annarkvort ekki með vef eða jafnvel að fara að endurnýja, hvar byrjar maður í svona ferli? Það fer svolítið eftir, sko, kannski fjárhags og markmiðum og svoleiðis? Já, ég held sko að ef þú ætlar í einhvers konar rekstur, þá myndi ég alltaf mæla með að byrja að tala við fagaðila. Já. Ef þetta er bara eitthvað pínu lítið, jafnvel bara eitthvað eitthvað persónulegt, þá eru til tólarna úti eins og Squarespace og Wix, þar sem þú getur gert þetta sjálfur, en ef þú ert að fara í einhvers konar rekstur eða ef þú ætlar með vefverslun, þá myndi ég alltaf mæla með að byrja að tala við ykkur. Já, einhvern sérfræðing sem getur þá allavega leiðbeint hvað á að gera næst. Já, algjörlega. Akkurat. Að því að þú myndist á Squarespace og Wix, þá kannski skulum við aðeins skilgreina það sem að orð sem að sumir hafa heyrt og sumir ekki, sem er vefumsjónarkerfi. Þetta er skemmtilega orð. Já, ef ég rek fyrirtæki og einhver segir við mig hvaða vefumsjónarkerfi veistu með, eða viltu vera hvað er hann að tala um? Vefumsjónarkerfi er í rauninni bara kerfi sem að geymir allar skrárnar þínar og gerir þér kleift á flokka og skipuleggja efnið á vefnum með einföldum hætti. Þú þarft þess að ekki að kóða. WordPress er vefumsjónarkerfi, Shopify er vefumsjónarkerfi, Squarespace, Wix, þetta er allt saman það sem við kallum vefumsjónarkerfi. Já, og þau eru það er kannski til svona einhvers konar byrjanda og svo geta þau orðið miklu stærri og flóknari. Algjörlega. Akkurat. Ef að og þá kannski bara beint í kjölfarið því að einhvers staðar verður að geyma þetta. Já.
Það spurning líka sem að margir hafa fengið og að velta fyrir sér, eins og með hýsingu. Hvað það og hvað þarf ég að huga að þar? Sko hýsing gerir þér í rauninni bara kleift að birta vefinn á netinu. Já. Það þurfa allir sem eru með vefsíðu, þeir þurfa að vera með hýsingu. Hýsingar, vefsíður eru geymdar á vefþjónum og hýsingar aðilar í rauninni bara selja aðganga að þessum vefþjónum, þeir sjá þjónustu viðskiptavini, öryggismál á vefnum, taka afrit á síðunni og svoleiðis og bera í rauninni ábyrgð á því að síðan birtist rétt á vefnum. Okay. Þannig að og það til mörg íslensk fyrirtæki og svo erlend og svo bara svona mismunandi þjónustur, verð og slíkt sem þarf að hafa í huga. Já. Kostar hann alltaf sama fyrir alla? Nei, í rauninni ekki. En þú borgar rosalega mikið fyrir það sem þú færð. Ég myndi alltaf mæla við mína viðskiptavini, myndi ég alltaf mæla með að fara í viðskipti við íslenskt fyrirtæki. Vegna þess að sérstaklega ef þú hefur ekki mikla tæknikunnáttu, þá bara rosalega dýrmætt að vera með eitthvað sem þú getur haft samband við ef að síðan skildi ekki virka, ef hún liggur niðri eða eitthvað svoleiðis, að þú getur leitað til eitthvað sem getur bara strax aðstofað við þessi mál. Já, ok. Þannig að þarna erum við búin að átta okkur á því að vefum svona kerfi eru með eru mismunandi og Wix og Squarespace, það fylgja hýsingar, eða ekki? Jú. Þannig að þú kaupir ekki og Shopify líka. Og Shopify líka, já. Þannig að þú ert ekki að hugsa það ef þú vilur eitthvað af þessum kerfum. Nei, í rauninni ekki. Eitt enn sem við þurfum að vita þegar við erum að fara lénið, .is, það hvernig græðið það? ISNIC sjá alla lénaskráningar fyrir .is kerfi. Þannig að ef þú ætlar að vera með vefsíðu sem að endra á .is þá þarf að fara í gegnum ISNIC. Árgjaldið þar minnum mig 5.980 á ári pluss vask. En ef þú vilt vera með .com eða .dk eða bara eitthvað annað, að þá eru fullt af fyrirtækjum þarna úti sem að selja þau. Það til dæmis GoDaddy, Google líka með lénaskráningar, Bluehost. Þannig að fullt af aðilum. Þetta bara ef það er íslenskt, þá er það að vera á ISNIC. Þá verður það á ISNIC, já. Ok, þá erum við búin að gera okkur svona eitthvað smá grunn. Kannski eitt enn sem að í þessu sambandi sem við þurfum að huga líka ef við verum að byrja. Nú vil ég þegar ég kom með vefinn minn í loftið, að einhver sendi mér tölvupóst. Já. Þannig að við þurfum eitthvað að huga því líka, eða ekki? Algjörlega. Tölvupósturinn skiptir klárlega miklu máli og það skiptir líka rosalega miklu máli að hafa samræmi. Þú veist þannig að ef þú ert með, segjum lénið vísir.is, að netfangið sé @vísir.is, það bara vekur traust líka og að hafa samræmi í því. Þetta eitthvað sem ég myndi klárlega hafa samband við hýsingaraðila minn. Ég nota Google Workspace, Office pakkinn líka rosa vinsæll og mikið af þessum íslenskum hýsingarfyrirtækjum eru endursöluaðilar. Þannig að þá ertu í rauninni að kaupa þjónustuna af þeim og þeir geta aðstoðað þig. Vegna þess að ef þú ferð bara sjálfur og ætlar að setja upp Google Workspace, þú þarft að hafa svona ákveðna smá tækni þegar. Já, þú þarft að gera það. Og það líka bara, þú vilt að pósturinn virki, þú vilt að hann berist, þú vilt geta sendt póst, þú vilt ekki, þannig að það bara rosa gott, bara svipa á mig hýsinguna, að hafa eitthvað sem þú getur, eitthvað sem að kann þetta, sem þú getur leitað til. Og sem eigandi að fyrirtæki þá get ég líka bent að það mjög þægilegt að fá alltaf einu sinni í mánuði einn reikning með vaski og allt klárt en ekki einhverja eitt þaðan og akkurat. Þannig að það líka kostið við það. Nú eru í dag svona fyrir það sem að fyrirtæki sem eru kannski með svona aðeins stærri og meiri vefi þá mjög algengt WordPress og Shopify. Þannig að við kannski bara miðum aðeins svona restina af þessu spjalli við að við sem gefum okkur við sem WordPress. Já, akkurat.
Við erum búin að velja okkur hýsingaraðila og hann ætlar að og kaupa okkur lén og hann ætlar að sjá tölvupóstinn fyrir okkur og setur svo setur hann upp jafnvel fyrir okkur eitthvað vinnusvæði þar sem að við ætlum að búa til vefinn eða einhver að búa til vefinn fyrir okkur. Það rauninni sömu reglur eða ekki sem að fara í gang núna, sömu atriði. Jú, í rauninni. Bara hvað á ég að gera næst? Hvað þarf ég að gera? Það er ýmislegt sem þú þarft að hugsa sko. Þú vilt að vefurinn sé notendavænn. Þú vilt að vefurinn sé skalanlegur, þannig að hann sé virkur á öllum tækjum. Þú vilt að hann sé hraður og þú vilt að hann sé leitavélabastaður. Það er svona ákveðin tækniatriði sem þú þarft aðeins að hafa í huga varðandi það. Og svo náttúrulega vilt að hann líti vel út og sé samræmi við þitt vörumerki. Þannig að fólk fái svona svolítið sömu upplifun og hvort sé að labba inn á veitingastæðin eða inn í búðina þína, að sé að upplifa svolítið það sama þegar það kemur inn á vefinn. Já, þannig að kannski upphæðið þá þarftu að skilgreina það hvað vill ég fá út úr hann? Já, 100%. Það er mjög mikilvægt að byrja að spyrja sig, hvað tilgangi gegnir þessi vefur. Og þú þarft svolítið að setja efnið inn út frá því. Já, þannig að efnið sem að ef þú ert að selja einhverja þjónustu þá jafnvel útskýrir hvernig þú afgreiðir þá þjónustu með annarkvort myndum eða vídeo eða texta eða eitthvað. Ef það er vara þá er það myndir af vörunni eða og ef það ert með einhverjum ákveðnum staðsetningu þá er útskýrið heimilisfang og svoleiðis. Já. Hvað ég að segja, þegar við erum búin að skilgreina þetta er eitthvað fleira sem að ég þarf að vera með á hreinu áður en að ég byrja eða er þetta svona, getur maður að byrja þarna, ef að þú sem starfsmaður hjá þínu vefsíða fyrirtæki, ég kemur upplýsingar til þín, er eitthvað meira sem ég þarf að vita? Varðandi uppsetningu á vefnum? Já, það sem áður en þú byrjar er svo til dæmis litur, letur. Já, akkurat. Ég myndi alltaf, við mína viðskiptavini þá spyr ég nokkra spurningar, bara til dæmis eins og hver eru markmiðin þín, hver eru samkeppnisaðilarnir þínir. Ef að fólk er með vefsíðu nú þegar, þá spyr ég spurningu hvað er gott við vefsíðuna þína, hvað er slæmt við vefsíðuna þína. Bara til þess að fá svona ákveðna hugmynd hverja væntingarnir eru og hver tilgangur með vefnum er. Já, akkurat. Og svo er það náttúrulega vörumerkið, það er firmamerkið, það er litapalettan, það er letur, hvaða skilaboð viltu senda viðskiptavininum þínum með vefniðinum. Já, akkurat. Þannig að þú þarft að vera með þetta svolítið svona, það er svona betra kannski að vera eyða smá meiri tíma í undirbúningin áður en að... Já, alveg klárlega. Því betur sem þú undirbýr, því auðveldara verður bara uppsetningin á vefnum. Það er alveg algjört formsatriði, sko. En ef við fórum aðeins í það, hvað einkennir góðan vef, eins og talar hraði og skalanlegur og slíkt, en er eitthvað svona algeng mistök sem þú sérð, sem að fólk gerir, sem þú sérð á vefum eða slíkt? Fyrsta sem að dettur upp í hugan eru lélega myndir. Fólk vanmetur rosalega góðar myndir. Það að vera með myndir sem að eiga við þinn rekstur og eru í góðum gæðum. Það er náttúrulega bara gerir góðan vef að miklu leyti. Fólk á það líka svolítið til í að einblína of mikið á fyrirtækið sjálft. Hvað við gerum, hvað við erum búin að vera lengi í bransanum. Í staðinn fyrir að einblína svolítið á hvað viðskiptavinurinn er að leita. Já, akkurat. Ég fæ alveg viðskiptavinni sem að vilja hafa 1000 orða sögu fyrirtækisins á meðan maður er nýbúinn að tala við þá að tilgangurinn er að selja vörur. Og þá þarf fólk svolítið að hugsa sig, þú vilt ekki hafa óþarfa efni á vefniðinum. Nei, akkurat. Þannig að þú þarft alltaf að vera að spyrja þig, er þetta að hjálpa til við það sem við erum að reyna að gera? Já, akkurat. Þannig að einhvers konar endurskoðandaskrifstofa geti jafnvel verið viðkomandi gott að hafa sögu fyrirtækisins
en matsölustæður ekki eða Nei, eitthvað. nákvæmlega, ég meina Já. ef að tilgangur vefsins er að bóka borð, þú veist, þá er engin ástæða fyrir þig að vera með síðu sem að listar upp alla starfsmennina þína. Nei, Vegna nei. þess að Nei, akkurat. það hjálpa viðskiptavinum ekki neitt. Nei, Þannig að akkurat, bara akkurat. út með það, sko. Já, ég skilji. Og reyna að vera Ekki svolítið óþarfa. hnýtt með þær, Já, reyna að vera já. svolítið hnýtt með þær í efnið sem þú setur á vefinn. Já, akkurat. Ef að hérna, eins og til dæmis með myndir og texta, þú talar myndir, er eitthvað svona, hvað við segja, vantar myndir, get ég sótt myndir á vefinn eða get ég hérna, á ég að taka myndir eða hvernig er einhverja stærðir sem eru betur en aðrar eða hvernig virkar þetta eiginlega? Ég er persónulega ekki hrifin af svo mikið af stokkmyndum. Mér finnst það svona, þú veist, það vantar svo mikið persónuleika í það. Ég myndi alltaf mæla með því að sérstaklega að þú ert, þú veist, verslun eða veitingastæður, þú veist, að láta einhvern fagaðilega taka góða myndir. Þú áttar alltaf og það gerir bara rosalega mikið fyrir vefinn. Þú þarft svo auðvitað að hugsa það ef þú ert að setja myndir á vefinn, þú þarft að hugsa stærðina á þeim vegna þess að mikið af stóru myndum munu hægja á vefninum. Þannig að eins og þegar ég er að vinna þá fer ég með alla myndir í gegnum Photoshop og í rauninni kompressaðar og minnkaðar fyrir í rauninni bara þá stærð sem ég þarf. Þetta eru hluti sem þú þarf svolítið að hugsa með myndir. Og svo er líka ekkert endilega gott að vera með of mikið af myndum. Nei. Það er svolítið að vanda valið á myndunum og þú veist, þær eiga að, eins og við vorum að tala áðan, þú veist, bæði texti og myndir og hafa svolítið tilgang á efnum, ekki bara hrúa þetta inn, sko. Já, frábær punktur. En er hérna, hvað við segja, en myndbönd, setur maður það beint á vefinn, er það gott eða slæmt eða? Þú getur alveg gert það, en myndbönd eru náttúrulega þyngri en myndir. Þannig að ég hvet alltaf viðskiptavinum mína til þess að setja á YouTube eða Vimeo eða einhverja myndband á þjónustu og svo embed við, setjum við myndbandið á vefinn þaðan. Vegna þess að þá er vefsíðan ekki að geyma myndbandið, heldur YouTube er að geyma það. Og vefsíðan er rauninni bara með glugga á það? Já, í rauninni. Vegna þess að leiður er komið með, þú veist, 5-10 mínútna myndband, þá ertu að fara að hægja á síðunni. Já. Það er bara svoleiðis. Já, það er svoleiðis. En hvað en ef að mig langar að hafa vefinn minn á fleiri en einu tungumáli, er það mikið vesen eða mikið máli eða hvernig? Ég hef bara reynslu að setja upp síðu á fleiri en einu tungumáli í WordPress. Jú, það er alveg mál. Það er vegna þess að þú þarft að þýða allt efni, svo þarft að setja inn á vefinn, nýja tungumálið og svo þarftu náttúrulega alltaf þú uppfæri vefinn, þá þarftu að gera það tvisvar. Þannig að ef þú ert með vöru, þú ert að fá í nýja vöru og þú skrifa vörulýsingu og allan texta, þá þarftu að gera það á 2 tungumálum og setja það tvisvar inn. Þannig að hún getur jafnvel verið með bara eina undirsíðu sem er upplýsingasíða á öðru tungumáli og það á við? Já, í rauninni. Það eru líka til viðbætur sem að setur bara Google Translate á síðuna þína. En þú veist, ég myndi ekki mæla með yfir íslensku. Það virkar kannski ágætlega að þú ert að fara frá ensku yfir í þýsku eða ensku yfir í frönsku eða eitthvað svoleiðis. Þá kannski, þú veist, ég þekki ekki alveg nógu vel, en ég myndi ekki mæla með svoleiðis lausn á íslensku. Það kæmi. Nei, akkurat. En þegar að stundum hefur verið sagt að setja upp nýja vefsíðu eins og fæðing fíls og það sé svo erfitt og mikið vesen og mikið mál og þegar að það er loksins búið þá heldur maður að þetta sé bara búið. Það er ekki þannig? Það er ekki þannig, nei. Nei, það þarf að gera meira. Já, þú vilt halda vefniðinu lifandi. Þú vilt skipta myndir, þú vilt uppfæra opnunartíma eða matsíðulegin eða hvað sem það er og þú vilt að vefurinn sé endurspegli vöruna þína? Já, algjörlega og sé líka, nú er ég að hugsa enska up to date eða current, skilur mig. Þú veist, þannig að bara alltaf að leið og eru gerðar eitthvað breytingar í rekstrinum og bara halda þessu svolítið lifandi. Já, þannig að ég myndi aldrei setja upp vef og bara láta hann vera í 3-4 ár. Nei, akkurat. Talandi það, erum við með einhvern líftíma? Er eitthvað að heyrðu, nú er vefurinn orðinn svona gamall, nú þarf ég að gera nýjan? Eða er það bara misjafnt eftir, eru margar breytur sem að
náttúrulega ef þú heldur honum ágætlega við, þá getur hann alveg enst. Já, akkurat. En aftur á móti þá eru náttúrulega, það eru svo miklar breytingar í þessum, það er alltaf að koma nýjungar og svoleiðis. Þannig að, en sko, ég held að ef þú heldur vefnum temmilega vel við, þú gæti þurft að endura hana eitt og annað, svona, þú veist, reglulega, þá ætti hann alveg að duga þér í ykkur ár, sko. Já. Þannig að þetta er bara svona, bara partur af fjárfestingunni að hafa góðan vef og sjá hann og annað slíkt. Sér þú fyrir þér eitthvað að fólk geti, nú ef maður sé svona mörg námskeið í boði og annað slíkt, fyrir svona fólk sem kannski bara ágætlega duglegt að bjarga sér, þá WordPress alveg, fólk getur gert vefi sjálft, það ekki? Jú. Og myndirðu mæla með því, velurðu eitthvað vefum svona kerfi, eitthvað annað betur en hitt eða, við ræddum kannski svolítið upp að við með einfaldari vefi, Wix og Squarespace, en svo til dæmis ef þú ert með vefverslanir, þá betra að vera með Shopify eða WordPress eða þetta bara svona? Ég myndi, ef þú ert algjör byrjandi og hefur ekki átt við vefmál áður, þá vefumsjónarkerfi eins og Wix og Squarespace klárlega málið fyrir þig. Og ef þú ert með vefverslun, Shopify. Ég myndi samt alltaf, ef þú ert með vefverslun, þá myndi ég alltaf mæla með að tala við ykkur. Já, en ef þú ert bara að fara að gera lítinn vef og ert svona, eins og þú segir, góður að bjarga sér, þá Wix og Squarespace klárlega kerfin fyrir þig, frekar heldur en WordPress. Það svolítið, þú þarft svolítið að læra inn á WordPress, þú þarft svolítið að gefa þér tíma til að skoða hvað vefurinn þarft og hvað virkni þarf að vera á vefnum og svoleiðis. Squarespace og Wix, það allt tilbúið, en þá hefur kannski ekki eins mikið frelsi með hlutina. Skilur við, þannig að ef þetta er bara rosalega einfaldur vefur og þú vilt bara prófa að læra þetta sjálfur, Wix, Squarespace, en ef þú ert að fara í eitthvað flóknara dæmi þar sem að þarf að vera eitthvað virkni á bakvið, þá myndi ég fara í svona eins og WordPress. Ef við tökum aðeins svona á lokametrunum með vefverslanir, það að mörgu að hyggja kannski þegar þú ert að setja upp vefverslanir eins og þú þarft að vera með ákveðna, það ekki skilmála og þú þarft að vera með, eitthvað svona fleiri atriði eins og og tengingar við greiðslugátt. Er þetta, hvað var að segja, er þetta flókið, er þetta mikil vinna við svona að setja upp svona vefverslun? Já, þetta er lúmsk vinna, sko. Það vegna þess að það alveg slatti sem þú þarft svolítið að huga. Þú þarft að huga eins og þú segir, þú veist, þú ert að vera með skilmála, þú ert að gera samning við greiðslugáttir, þú veist, hvernig ætlar að fara með póstinn, þú veist, hvernig ætlar að senda þetta, þú þarft að hugsa náttúrulega bókhalds- og birgðakerfi, ætlar að tengja það einhvern veginn eða ætlar bara að handtelja sérstaklega ef þú ert með verslun og ætlar að fara yfir í vefverslun, þú veist, þá viltu tengja lagerinn, þannig ef þú kaupir eitthvað í búðinni, þá viltu að birgðirnar lækki líka í vefverslun. Þannig að það alveg nóg til þess að pæla í þegar kemur að vefverslunum, sko. Og ef þú ert að hugsa að fara í einhvern rekstur svona með vefverslun, þá myndi ég mæla með að tala við fagaðila, sko. Í uppsetningunni en í að sjá svo hana sjálfur, er það eitthvað sem að þú ættir að geta gert sjálfur? Já. Allavega hjá Smart Media þar sem að ég starfa, þá göngum við út frá því að viðskiptavinurinn okkar sér algjörlega sjálfur vefverslunina. Það þá frekar að hann hafi samband við okkur ef að hann vill gera einhverjar hönnunarbreytingar á vefnum eða ef hún vantar aðstoð með setja nýja myndir eða eitthvað svoleiðis, en svona reksturinn á vefversluninu sjálfur, afgreiða pantanir, setja nýja vöru, setja í vöruflokka, hann gerir þetta alveg sjálfur. Já, uppfæra vörulýsingar og... Já. Algjörlega. Bara frábært að fá þig í þetta spjall og fara aðeins yfir þetta, þannig að við getum sagt að ef þú ert með smá sjálfstraust og smá þekkingu, þá gætir við bjargaðir með einfaldari vefi. Það
snjallt að kaupa sér sérfræði þekkingu ef þú ætlar að fara í eitthvað starra og meira. Algjörlega. En jafnvel að, og alls ekki gleyma því að þegar þetta er komið í loftið að þá er það ekki búið. Þú verður að svona fylgjast með og uppfæra. Er það ekki svona ef við súmmerum þetta upp? Jú, og það er líka kannski að bæta við að það er líka rosalegt magn á góðu kennsluefni á netinu. Já. Bæði YouTube, Udemy, þar sem að fólk getur fengið allavega svona grunn upplýsingar hvernig á að reka vefverslun eða vefinn sinn eða svoleiðis. Þannig að það er alveg hægt að bjarga sér. Já, algjörlega, frábært. Bara Sunna, takk kærlega fyrir spjallið. Já, takk fyrir mig.